Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari, upplýsingafulltrúar sem hér eru í sal, fundarsal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 387. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér á dagskrá í dag eru svona hefðbundin mál. Það eru fundargerðir bæjarráðs númer 871 og 872, tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 21, fundargerð fjölskyldunefndar númer 16 og 17, tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundargerð menningarstofu númer 11 og fundargerð hafnarstjórnar númer 319. Engin almenn málir í dag. Þá göngum við til dagskrár. Ég gef orðið laust fundargerð bæjarráðs. Ragnar Sigurðsson er máli. Gerðu svo, Ragnar. Forseti, bæjarstjóri og getur bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til málsjöfnandir fundargerðum bæjarráðs númer 871 og 872 og ég ætla að byrja þar á fyrsta liðnum sem er gott að eldast, samþætting þjónustu Fjarðabyggðar og HSA. Þarna var verið að kynna drög að samningi HSA og Fjarðabyggðar samþættingu þjónustu heimahjúkrunar og heimastuðnings. Þetta er verkefni sem hefur verið unnið að í nokkur ár og verið svona í umræðu í þjóðfélaginu í áratug og þetta hefur verið til umræðu bæði innan sveitarfélaga, innan hjúkrunarheimilan og innan heilbrigðisþjónustunnar. Það er að segja að samhliða því að þjóðin er að eldast, öldrunarþjónusta farin að verða viðameiri heldur en hún var áður þegar við vorum með elliheimili. Þá erum við farin að sjá það að eldri borgarar eru farnir að kjósa það að búa lengur heima hjá sér, fá þjónustuna heim til sín áður en að farið inn á hjúkrunarheimili og við sjáum það bara meðal tími fólks inn á hjúkrunarheimilum er undir 2 ár, þannig að fólk fá þjónustuna heima lengur og viða meiri þjónustu heim til sín. Núna er verið að kynna gott að eldast í samfélaginu og mjög mikilvægt að við hér höfum það hugfast að þetta er ekki með neinu móti neins konar hagræðing. Þarna erum við einfaldlega að stíga skref inn í framtíðina við að þjónusta þennan málaflokk þar sem við erum að reyna að setja þjónustuna meira á hendur sömu aðila. Og við töluðum mikið fyrir þessu þegar við rákum hjúkrunarheimilin að þetta gæti verið farsælt skref í rekstri hjúkrunarheimilanna að fá inn meiri þjónustu þar og nýta þá mannauðinn sem var inn á hjúkrunarheimilunum og var þá á vegum sveitarfélagsins. Einfaldlega vegna þess að þekkingin þar er til staðar. Þetta eru skjólstæðingar sem við fáum vonandi inn á hjúkrunarheimilin á einhverjum tímapunkti. Og þarna erum við að nýta fjármuni betur, við erum að nýta mannauðinn betur, við erum að nýta þá þekkingu sem við höfum betur og svo áfram opnast fjölmörg tækifæri í að þjónusta þennan aldurshóp þegar þetta er á einni hendi og eitt af því farsælu skrefum sem við erum þá að taka í þessu sem við höfum talað lengi fyrir, það er að fjölga dagvistunarúrræðum. Þeim kemur til með að fjölga núna með þessu skrefi og fara upp í 11 dagvistunarúrræði í fyrsta skrefinu sem er gríðarlega mikilvægt skref og með þessu móti þá erum við að ná að þjónusta þennan aldurshóp miklu betur en við erum að gera í dag samhliða því að nýta fjármuni og mannauð mun betur þannig að þetta mun endurspeglast í betri þjónustu fyrir alla aðila. Næsta lið sem ég ætla að fara yfir, það er liður 1.5, þar sem við vorum að fara yfir samskiptastefnu Fjarðabyggðar. Þetta er verkefni sem við höfum verið að fá Aton í að vinna með okkur í að skoða
svona ímyndarmál sveitafélagsins, auglýsingar og kynningarefni sem að frá okkur kemur svona til þess að straumlínulaga okkar stefnu í upplýsingum út á við, hvort sem það eru í auglýsingaformi eða brefsefnum eða annað, og nýtist þá inn í næsta ár þegar við erum að fara að vinna að nýrri heimasíðu og þá erum við að fara svona búa til svona betri heildarmynd á það sem að við erum að fara að gera og stíga þá inn í það að vera með sameiginlegt útlit, sameiginleg skilaboð sem að nýtist þá í allt kynningarefni á vegum sveitafélagsins, hvort sem það er þar sem að við erum að koma opinberlega fram eða í auglýsingum. Og þannig að þessi vinna mun gagnast áfram og við munum vinna áfram í henni. Liður 1.6, það er eins og hefur komið fram í fjölmiðlum og víðar, þar voru að fara yfir rýni og starfshópa í grunn- og leikskólum, þar sem við vorum í rauninni eftir fundi með bæði leikskólahópnum og grunnskólahópnum ákveðið að bíða með þessa vinnu, setja hana í rauninni á ís, leyfa kjarasamningunum að eiga sér stað og þeim viðræðum að vera í friði, að vera bara að stéttarfélögin og hagaðilar fái bara næði til þess að vinna í þeim málum og sjáum bara hvert það leiðir og tökum þá upp þráðinn út frá því og í kjölfarið og vonandi tekst nú að semja fljótlega og þá sjáum við svona hvernig landslagið í umhverfi og starfsaðstæðum kennara. Varðandi fundargerð bæjarráðs númer 872, þar vorum við að fara yfir í lið 2.2 gott skref sem við erum að taka inn í fjárhagsáætlunargerðina núna, að það er tillaga frístundastyrk. Við erum að hækka hann úr 10.000 upp í 18.000 án þess að það hafi áhrif á þá ramma sem hafa verið útgefnir og við sáum það einfallega að einhverju hluta vegna þá er skortur á því að það sé verið að sækja þessa styrki, en jafnframt höfum við fallið svolítið langt aftur í þeim upphæðum sem er verið að veita í styrkjaformi, þannig að við erum að taka þarna skref til sem að svona heldur í við á verðlagsþróun sem hefur verið í æfingagjöldum og þeim metnaði sem að er í íþrótta- og æskulýðsstarfi hérna, og við sjáum það bara á gögnum frá ungmennum í sveitafélaginu. Það er rík ástæða fyrir okkur til þess að hvetja til meiri æskulýðs- og íþróttastarfs. Sérstaklega vill ég beina orðum mínum til stúlkna í Fjarðabyggð. Við sjáum það í æskulýðsrannsóknum og annað að það er skortur á því að þau sé að nýta sér þau úrræði sem að við höfum í boði bæði í íþrótta- og æskulýðsstarfi og mikilvægt að við gerum okkar í að hvetja til aukinar þáttöku þar. Varðandi lið 2.4 þá er þarna styrkveiting Fjarðabyggðar í jólasjóðinn sem að við höfum styrkt á undanförnum árum og er samstarfsverkefni kirkjunnar, Rauða krossins og félagsþjónustunnar í Fjarðabyggð og við höfum styrkt þetta á hverju ári. Það var beiðni aukningu styrk, en við ákvaðum að halda okkur við hefðbundna upphæð þar til að við sæjum hvernig staða sjóðsins er og værum þá reiðubúin til viðræðna ef að þörf er á frekari styrkveitingum þangað. Fleira ekki frá mér í bili. Takk fyrir Ragnar. Vilja fleiri kveðs ljóðsund fundargerðin bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson að beða um orðið. Gerðu svo, Stefán. Forseti, bæjarstjóri, kjörnir fulltrúar og aðrir starfsmenn. Aðeins að koma inn á nokkra hluti hérna, svo sem og komur ýmislegt. Aðeins bara taka undir með Ragnari varðandi í fundargerð bæjarráðs 871, liður 1.1 gott að eldast. Þetta er auðvitað skref, þetta er eitt af því sem búið að skoða í langa tíma og er svona að mörgu leyti skynsamlegt skref að taka og
eins og hann kom inn á, þetta er ekki hagræðing, hér eru að leita leiðir til þess að bæta þjónustuna, auka samþættinguna og fá í raun og veru þarna inn aðalega sem þekkir vel til að koma inn í þetta að meira mæli og þetta sé rosalega mikilvægt að allir kjörnir fulltrúar og tali á þann veg út af við þetta sé það og þetta sé bara gríðarlega mikilvægt skref og það eru fleiri sveitarfélög í þessari vegferð og það var bara mjög forvitnilegt að fara yfir þessi mál á þessu fundi og kynningu á þessu og hversu vel þetta hefur gengið. Það var bara virkilega forvitnilegt og bara virkilega brýnt mál fyrir okkur og önnur sveitarfélög sömuleiðis. Aðeins inn á lið 1.6 í sömu fundargerð, svo sem eins og Ragnar kom inn að þá búið að setja þessa vinnu aðeins og ís svona á meðan kjarasamningar standa yfir. Ég held að sé samt mikilvægt samt að þessu svona samtali sem alltaf haldið opnu einhverju leyti. Við vitum samt sem áður að það munu væntanlega einhverjar breytingar verða og munu auðvitað þurfa að taka til þess en þetta er auðvitað gríðarlega mikilvæg vinna og ég legg bara áherslu á að þessi samskiptaleið sé allar haldið áfram opinni og við munum síðan taka upp svona vinnun aftur í hópnum þegar svona þessi kjarasamningar klárast sem vonandi verði sem fyrst þetta með sem minnstu röskun. Aðeins í fundargerð bæjarráðs 872 langaði einmitt að koma inn á frístundastyrkinn. Þetta er auðvitað þessum styrk að komið á síðasta meirihluta og er auðvitað gríðarlega mikilvægt í því að svona jafna grundvöll allra í Fjarðabyggð til að taka þátt í frístundum og íþróttum og þetta er gríðarlega mikilvægt og þetta er bara mjög jákvætt skref og þetta svona auðvitað eykur kostnaðarþátttöku okkar í þessum kostnaði fyrir krakka og sem er auðvitað mikilvægt og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum svo að skoða bara á hverju ári í raun og veru og sjá hvernig þessi þróun er hjá íþróttafélögunum, hvernig í raun og veru er kostnaðurinn aukast þar og hvort að við þurfum að stíga inn í oftar þannig við þurfum að fylgjast vel með þessu en tekum þetta að þetta er gríðarlega mikilvægt skref. Aðeins var þetta samskiptastefnuna liður 2.5 þetta er auðvitað mjög svona jákvæð vinna og gaman að fá sér kynningu með samskiptastefnuna margt þarna sem er bara gríðarlega mikilvægt fyrir starfsfólki og fyrir okkur sem sveitarfélag til að koma skilaboðum áleiðis en þetta auðvitað er ekki ókeypis þannig að við vitum það að þetta kostar og það er auðvitað forgangsraða fjármunum og þarna auðvitað liggur fyrir ákveðin svona verkefni til sem við mútum að ræða betur sem ég veit að við munum svo gera í framhaldur en ekki meira frá mér í bili. Takk fyrir Stefán, vilja fleiri kveðs í hljóðsundi fundargerðum Bæjarráðs. Svo verðist það ekki verið, ég ber þar eftir samþykta þessi það er samþykja vinskiðamerki sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komið hér næst í fundargerð skipulag og framkvæmdarnefndar númer 21 leið og ég opna mennska þá ætla ég óska til því að við bæjarstjórn að fá að víkja við afgreiðslu liðar 3 í þessari fundargerð líkt og ég gerði á fundi nefndarinnar en þar tengi sem sagt þetta er þetta staðfesting hér núna með staðfesta fundargerðina staðfestum við leyfi til breytinga á notkun Egilsbraut 22 sem er í eigu fyrirtækis bróður míns og þar leiðandi hef ég óskað við Þórdísi Mjöll fyrsta varaforsta og hún tæki við stjórn fundarins eftir og stýri afgreiðslu liðar 3. Þannig að ef enginn hreyfir því andmælum þá munum við ganga nú bara ganga til umræðu fundargerðina undanskildu þeim lið. Ég óskar að fá að taka aðeins til máls undir 2 liðum hér vekja athygli bæjarfulltrúa á 2 liðum. Svo með þekkja svona þá er skipulag og framkvæmdarnefnd hefur helmast undir í sínum störfum og hefur verið að vinna að ýmsum málum núna og kannski svona sérstaklega vil ég vekja aðeins athygli á lið 3.4 sem ég held að sem er náttúrulega ekki komin til afgreiðslu í nefndinni en ég held að sé mikilvægt að bæjarfulltrúar einmitt svona velti fyrir sér nefndarfólk við höfum verið með þennan lið núna til umfjöllunar bæði á þessum fundi sem þarna er og eins á fundi nefndarinnar í gær þannig verið að sækja undir breyting á notkun á búðarið 25 jarðhæð eða fyrstu hæð fyrir íbúðarhús eða fyrir íbúðarbyggingu og það nú kannski telst ekki merkilegt en enga síður þetta í þessu þurfum við svolítið að horfa til hvaða sýn við höfum þetta búðareirarsvæði hér á Reyðarfirði er náttúrulega iðnaðarsvæði og
en í breytingum, skipulagsbreytingum síðustu ára og kringum þetta bara hvernig Reyðarfjörður stækkað, þá hefur þetta ekki breytingu líka. Við erum komið hér með innansæðina til bæða út á Mjóari og eins fyrir innan bæinn á á Leirunum sem hafa sem er undir heilmikil uppbygging fyrir á og samaskapi en hér þá þessum fyrir stað. Með því að og við fórum yfir þetta vel í gær og við erum nú að ræða við eða fórum skipulags- og byggingafulltrúa í gær og fundi okkar að ræða við ráðgjafi í þessu, en það sem við erum að horfa til hvaða framtíðarsýn við viljum setja inn í þessum málum. Og ég held að það sem er mikilvægt, ekkert bara hér heldur í byggðarlögunum okkar, að þau hafa tekið náttúrulega heilmiklu breytingu frá því að raunveru stór hluti af þeim var skipulagur á sínum tíma. Bæði hafa náttúrulega hefur fjölgað húsum, það hefur fjölgað náttúrulega götum og fleira sem er vel, þau hafa stækkað og við þurfum svolítið að horfa hvert við viljum stefna með byggðina. Og okkur svona hættir til að afgreiða, eða sem hættir ekki til. Það er eðlilegt að oft í minni samfélögum þar sem hefur tekin, skipulagsmál tekin mjög svona brugðist við þeim óskum sem komum hverju sinni, en leiðheldi sem þetta mikið að við mótum sín inn í framtíðina. Hvernig við viljum sjá byggðarlögin þróast. Og það er ekkert gert til einna nætur eða eins árs. Við erum að horfa til mjög langs tíma, en hvernig við viljum vinna það, hvernig það sé hagkvæmast að gera það bæði fyrir þá sem þar eiga eignir og sem þá hugsanlega við taka þá eðlisbreytingu notkun þeirra og leið hvernig sveitarfélagi stendur að því. Og Búðareyrasvæðið er mjög gott dæmi þetta að þar eru miklir möguleikar í breytingum til langs tíma geta verið, þar sem við svona þróum svæðið, viljum við þróa út í íbúðarbyggð meira mæli eða viljum við halda þessu í þjónustu og athafnasvæðum og með hvaða hætti. Þannig ég held að sé gott að bæjarfulltrúar kynni sér þetta vel. Þetta er svo sem við erum með til umfjöllunar nefndin og munum vinna þetta núna næstunni, reyna að móta okkur sýn í það sem kemur hér inn og ég held að bæjarstjórn þurfi að taka þátt í þeim umræðum og ekkert bara hér á Reyðarfirði, það er líka þekkt í öðrum byggðarkjörnum okkar að athafnasvæðin voru inn í þéttbýlinn á þeim tíma, oft í kringum hafnirnar, lífæðina sem var í hverju byggðarlagi. Síðan hafa umsvifin breyst og við þurfum þá að horfa til framtíðar með það líka. Og það er gríðarlega mikilvægt að mínum mati að við höfum það góð og mótaða sýn hvernig við viljum taka þá skipulagsvinnu til lengri og skemmri tíma í umfjöldun hjá okkur. Þannig að áfram við runni með þetta mál, en þetta mál er líka umgjörðin sem þarna er. Þannig að þetta var nú svona annað af því. Hitt var svo kannski það er framhaldssaga skipulags- og hangatrendar sem eru úrgangsmál sveitarfélagsins. Við erum nú eins og kynntir við fyrr umræðu bæjarstjórnar fjárhagsáætlun næsta árs. Þá er það alveg ljóst að við þurfum að vinna þéttar og betur með þennan málaflokk sem hefur vaxið mjög kostnaðarlega. Sá kostnaður er í eðli sínu vegna þess að þessi málaflokkur fellur undir B-hlutafyrirtæki sveitarfélaga og skal þeirlendi standa undir sér með gjöldum og það er það sem við erum að horfa til hvernig við getum vunnið þannig úr málum að vel sé að staðið, hvort sem er í hringrásarhagkerfinu, endurvinnslunni, en leið náð að lækka gjöld okkur sem eru há vegna kostnaðar málaflokksins. Við erum nú í heilmiklu rýni á kostnaðar breytingunum. Fórum við það líka. Það styttist líka í að það þarf að hyggja útboði þessa málaflokks. Þeir samningar sem eru bakveða núna renna út á næsta ári og við erum farin að horfa til gerðar útboðsgagna einnig sem þurfa að liggja fyrir komandi vor og til þess útboð geta átt sér stað og aðlun tíma og svona fara að þróa það hvernig það er best komið gagnvart málaflokknum, gagnvart íbúum og svona framtíðin hjá okkur. Svona ætlum að reyna og erum að reyna núna að ná meira og meira utanum kannski kostnaðargreiningu málaflokksins, ákveðina flokkunar hluta hans og hvar kostnaðar aukin hefur orðið mestur og hvernig við tökumst á það. Og þetta er bara verkefni sem við munum ljúka að hluta til vonandi fyrir síðar umræðu og jafnframt á næsta ári gerðum við útboð, tengslum við gerð útboðsins og hvernig við sjáum það fyrir okkur sem hagkvæmast. Ég held að við höfum sótt okkur upplýsingar
mjög víða núna í þessari vinnu sem við höfum tekið núna snarpri á þessum 2-3 vikum og munum þurfa að vinna þetta rætt áfram. Ég veit að þetta ekki sá málaflokkur sem margir hafa sett markmið sín í pólitík í. Þetta sá málaflokkur sem, og þannig vill hann verða í stjórnmálum að málaflokkandi sem ekki nógu svona lokkandi verðundir, en allt þetta liður í því að við þurfum að gera betur, við þurfum að gera betur í endurvinnslu, við þurfum að gera betur í urðunarmálum, minnka urðunina, við þurfum að gera betur í því að leggja ekki álögur umfram þess að það nauðsynlega þurfa að vera. Það séu réttu endurspegli þá þjónustu og þann kostnað. Þess vegna þetta svo mikið. Þess vegna er ég með svona mikinn áhuga úrgangsmálum, óeðlilegan áhuga því að því ég hef séð málaflokka í rekstri sveitarfélaga sem hafa svolítið þurft á að halda þeir það þurfi mikla athygli til þess að bara þeir endurspegli eðlilegan kostnað og þá sé við haldið vel. Þegar því líkur svo þá er eitthvað annað sem býður. En þetta er svona það sem nefndin þetta vinna á samt náttúrulega bara fjöldamörgum öðrum málum. Þessum tímapunkti vildi við ekki athygla á. Það er mjög langt í málu mínu, vill einhver kveða sér ljós þessa fundagerð. Þá ætla ég að fá að afgreiða fundagerðina undanskildum lið 3, þeir sem hafa samþykki vinskimerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá ætla ég að óska því að Þórdís Björn Bendisdóttir, fyrsti varaforsti, komi hér og taki við afgreiðslu liða 3. Ég ætla að fá að víkja úr sal á meðan. Kæri bæjarfulltrúar, við ætlum þá að taka fyrir mál 3.3 en það er byggingarleyfi, það er breytingar fyrir Egilsbraut 22 en þar er sótt breytingar á notkun en húsnæði er í dag geymsluhúsnæði en breytist í veislusal fyrir veitingahús. Er einhver sem kveður sér hljóðs undir þeim lið? Ef ekki, þá byrjum við það upp til samþykktar og það er samþykkt með 8 atkvæðum. Takk. Takk fyrir Þórdís. Þá erum við komin að næsta lið í dagskrá sem er fundagerð fjölskylduna nr. 16 og 17. Tekna saman til umfjöllun atkvæðagreiðslu. Orðið laustum þar, Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gerðu svo Ragnar. Bæjarfulltrúar, forseti og bæjarstjóri, ég ætla að fara yfir fundargerði fjölskyldunefndar, ég ætla nú bara að fara í 17 sem er svona þar sem er mál málanna og ég hveti ykkur svolítið svona til þess að rýna vel í og við þurfum að taka umræðu hér þessum vettvangi og það snýr að gjaldskrá leikskóla sveitarfélagsins. Við erum að leggja þarna til breytingar á gjaldskrá eins og hefur verið að gera í mjög mörgum sveitarfélögum og þar sem við erum að horfa bara til þess álag sem er í leikskólastarfi og við höfum séð þetta álag vera aukast allt frá því að við fórum að taka inn eins árs börn og svo er svona eitt og annað leitt af öðru og álagið eykst sífellu og svo eru kjarasamningar og annað sem er að gera það að verkum að leikskólastarf eins og við höfum haft það í gegnum árin er orðið flóknara og umsvifa meira heldur en verið gegnum tíðina og við erum svona að reyna að mæta því. Við höfum verið með starfshóp sem hefur verið að vinna að þessu sem hefur fundað jafnt og þétt. Fengið til okkar sveitarfélög til þess að svona kynna okkur það sem hefur verið vel gert þar og hvað þau hafa verið að reka sig á og við sjáum það auðvitað að það sem að sveitarfélög hafa markvisst verið að gera mjög víða land er að búa til fjárhagslega hvata inn í kerfinu til að draga úr vistunartíma svo maður tali nú bara hreint út með það og það er þá til þess að búa til aukinn sveigjanleika í leikskólastarfi til þess að mæta kjarasamningsbundnum þáttum, til þess að mæta því álagi sem það er. Þannig að við erum að innleiða hér
ef að allt gengur eftir, breytingar í þessa veru og ég á ekki von á öðru en að það sé mikill skilningur á því að við þurfum að gera eitthvað. Þetta eru þetta hækkun á gjöldum fyrir flesta hópa. Aftur á móti allir sammála það í starfshópnum og innan fjölskyldunefndar að á sama tíma ætlum við að koma til móts við þann hóp með því að lækka álögurnar hvað var það 6 tíma vistun til þess að svona gera þetta ekki að mjög miklu höggi og við förum þá í afslætti sem að taka þá mið af tekjum einstaklinga, þannig að það er verið að auka þá jafnframt líka en það í rauninni gefur auga leið fjárhagslegir hvatar til þess að minnka vistunartíma þarf auðvitað að vera þess eðlis að hann sé raunverulegur. Öðruvísi mun þetta ekki skila sér í minna álagi eins og hefur gert í öðrum sveitarfélögum þar sem þetta hefur heppnast vel. Svo erum við líka að skerpa á skráningardögum sem að hafa ekki hingað til varðandi skráningar skila tilætluðum árangri og við verðum einfaldlega að horfa til þess að ég held að í Fjarðabyggð sé einna mesta áskorun að halda úti leikskólastarfi fyrir 1 árs gömul börn og með því að hafa fulla vistunartíma vegna þess að við erum í þannig samfélagi að hér ásókn í fulla vistun með því mesta sem gengur og gerist og álagið þar að leiðandi eftir því, þannig að við viljum koma til móts við það álag sem í leikskólanum til þess að tryggja það að við séum að vernda okkar starfsfólk, við séum að huga að faglegu skólastarfi á sama tíma og þá með því að koma þá í rauninni í veg fyrir þá þróun sem að við höfum verið að horfa á undanfarin ár sem að muna endanum leiða til tíðnari lokana deilda. Ragnar vilja fleiri kveðsljóðsund í fjölskyldunefnd, Stefán frá Eysteinsson við beðum álið, síðan Jóhanna Sigurðardóttir. Forseti, svo sem ætla aðeins að fá að kveðnum til hljós undir fjölskyldunefnd 17 fundargerð fjölskyldunefndar númer 17 máli 5.1 með þá gjaldskrá leikskólana eins og svo sem Ragnar var að fara yfir. Þetta þetta bara gríðarlega margþætt og flókið mál. Það bara upp í svo staði í leikskólanum okkar, það gríðarlega mikið álag á starfsfólki, eitthvað sem þarf að laga og þarf að líta sérstaklega til og þessi starfshópur hefur svo sannlega gert það í samstarfi með leikskólastjórunum og hefur svona verið að fara yfir þessi mál og rýna hvað megi gera til að minnka þetta álag, hvað megi fara betur. Það þetta líka þarna inni ofta tíðum flóknari mál undir núna og svo þetta kjarasamningar sem eru svona flækja þetta ennþá meira, svona til að gera þetta ennþá skemmtilega. En við erum búin að vera að líta til ýmis konar svona leiða og úrræða til að fara til þess að reyna að hafa þetta sem svona, fýsilegan kost fyrir fólk til að nýta og þetta var þetta fyrst inn í þessu starfshóp og fer síðan þaðan út og fór svo inn í fjölskyldunefnd þar sem við tókum mjög góða umræðu að mér fannst og þaðan fer þetta út í ákveðinni mynd í samráðsferli sem allir voru sammála það þetta gríðarlega mikilvægt að svona mikilvægt mál og svona mikilvægt stoð í samfélags okkar fari út í samráð og ég held að hafi verið fundur í gær mögulega, já það var fróðilegt að heyra hvernig það gekk og nauðsynlegt að taka tillit til þess þeirra athugasemda sem voru að koma þar og breyta eftir þörfum því ég held að þessu öllum ljóst að þetta muni taka einhvers konar breytingum áður en þetta verið samþykkt í endalegri mynd. Það eru auðvitað ákveðnir hópar sem við þurfum sérstaklega að passa upp á. Við vitum að þeir eru til staðar í samfélaginu okkar. Það eru hópar þarna sem að þurfa fulla vistun og mega illa við mikið illa hækkun á gjöldum
þannig að við þurfum að taka tillit til þess sem og ég trú að við munum gera því þetta verður tekið aftur til umræðu og afgreiðslu inn í fjölskyldunefndinni og eins og segja, verður fróðlegt að heyra hvernig samráðið eða í raun og veru þessi samtöl hafa farið inn í foreldrafélögunum og foreldraráðunum. Það var þetta margt sem við ræddum inn í þessu hóp, skráningardagarnir svo sannlega. Eitt sem kom upp var hvort við ættum bara að loka ákveðnum dögum, eitthvað sem hefur verið í umræðinni, það er þetta, og ég skil afstöðu sumra í hópnum hvað það varðar og það er eitthvað sem auðvitað má skoða. Það er auðvitað mikilvægt fyrir leikskólastjórn að hafa ákveðið gólf í því hversu mikið frí hvernig þeir geta leyst úr þessum vinnutíma fyrir sitt starfsfólk. Þannig það er ákveðin punktur, en inn í þessari tillögu sem þarna sem er þá erum við svo með þessar skráningardaga, en eins og ég hlakka til að heyra hvernig fundurinn gekk og hvort það verður núna eða næst veit ég ekki, en það er að mörgu að hyggja í þessu og þetta mun eflaust taka breytingum því að þetta eru auðvitað undir eru viðkvæmir hópar og við þurfum að gera það sem við getum til að passa på þá. Takk. Fyrir Stefán, Jóhanna Sigurðsdóttir hefum beðið orðið, gjörðu svo vel Jóhanna. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langar að ræða aðeins fund númer 17 í fjölskyldunefnd og fara í lið 5.1 sem er gjaldskrá leikskóla. En ég hef setið í fræðslunefnd síðan árið 2018 og núna er hún fjölskyldunefnd og því telja þetta 7 ár. Á þeim tíma hefur verið mikið ákall frá leikskólanum að við þurfum að gera eitthvað til þess að koma til móts við undirbúningstíma, orlof og styttingu vinnuvikunar. Núna hefur starfshópur breytingar í leikskólamálum skilað sér tillögu af nýrri gjaldskrá sem á að taka gildi 1. janúar 2025. Við í fjölskyldunefnd fengum kynningu á gjaldskráni á þessum fundi og við ræddum hana mjög mikið og þar sköpuðust að mínum mati mjög góðar umræður hana, þar sem við fórum fram og tilbaka gjaldskrána. En það er ljóst að það er mönnunarvandi í leikskólanum og á undanförnum árum hefur verið mönnunarvaldi og því felur þessi gjaldskrá í sér ákveðna kerfisbreytingu sem ætlaðar eru til að svara betur þörfum og áskorunum í leikskólastarfi. Með þessum gjaldskrábreytingum er verið að reyna að skapa jákvæðan fjárhagslegan hvata fyrir foreldra að minnka vistunartíma barna sinna ef þeir hafa tök á. En eins og ég sagði þá fékk fjölskyldunefnd bara kynningu og svo fór þetta í samráðsferli sem var held ég í gær. Þannig ég segi eins og Stefán, ég er mjög spennt að vita hvað kom út úr því. En svo langaði mig að fara í 5.3 og það er rafrænt aðgengi íþróttamiðstöðu til opnunartíma. En í byrjun þessa árs fóru líkamsræktirnar okkar að bjóða notendum aðgang utan hefðbundins opnunartíma og þá er hægt að greiða hóflegt gjald fyrir lykla aðgang að ræktinni og þá hefur hún verið opin frá 5 á mótnana til miðnættis á virkum dögum en frá 8 á mótnana til 6 seinnipartin helgar. Núna er komin ágætis reynsla á þessa lyklaopnun og hún hefur reynst þvílíkt vel og íbúar hafa verið ánægðir með hennan aukna sveigjanleika og nýtt sér hann í miklu mæli. Þannig að á þessum 17. fundi var samþykkt að frá 1. janúar næstkomandi verða líkamsræktirnar opnar frá 5 á mótni til miðnættis alla daga vikunar og býður þetta því upp á enn meiri sveigjanleika sem er ekkert nema jákvætt. Svo er 5.5, það er frístundastyrkur Fjarðabyggðar og ég tek bara undir með Ragnari og Stefáni að þetta er bara jákvætt að hækkan frá 10.000 upp í 18.000 krónur. Takk fyrir. Þakka fyrir Jóhanna. Birgir Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo Birgir. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að koma hér líkt og allir á undan og ræða eins þennan lið 5.1 í fundagerð fjölskyldunefndar númer 17. Mér finnst þetta bara í rauninni fagnaðarefni að þegar ég satt í þessari nefnd þá byrjuðum við svona skref sem hafa kannski ekki alveg gengið eftir en við byrjuðum allavega að velta þessu upp, hvað við getum gert og þá fórum við að ræða þessa skráningardaga, reyna að snúa því við að það er að skrá börnin í leikskólan fyrir heldur en öfugt, skráði í frí og eins fórum við að skoða líka þá, sérst í fyrra,
að taka tíman fyrir 8 og eftir 4 svona sérstaklega fyrir í staðin fyrir að hérna, taka klukkutíma, heildarfjölda klukkutíma. Þannig að ég bara fagna þessu sem næsta skrefi í að skoða hlutin áfram og ég held að við þurfum líka bara að vera hérna, óhrætt þá að breyta strax ef við sjáum að þetta ekki að virka að breyta strax og hérna, taka þessa hluti upp og ég sammála Stefáni að það eru hópar sem þarf að fylgjast sérstaklega með. Maður vonar náttúrulega þessi tekjuviðmið grípi flesta þar en við þurfum samt að fylgjast mjög vel með því. En eins og ég segi þá hérna, finnst mér þetta bara rökrétt skref í framhaldi að því sem við vorum að gera á síðasta ári. Og þegar ég áttaði mig líka á hérna, dagsetningunum í vor, hvernig það tengdust frídögum og svona, föstudagur 2. maí og hérna, mánudagurinn 16. júní, þá ég var svona velta fyrir mig hvort ég ætti eitthvað að nöldri við því en svo fattaði ég akkur það var og þetta er ágætis dagar. Heyriði, liður 5-3, ég ætla að taka undir með Jóhanna, þetta er gríðarlega hérna, þjónustu aukning við íbúa og hvort sem að þið trúið eða ekki þá er ég að nota mér þetta rafræna aðgengi og þetta er ótrúlega þægilegt hvort sem er að geta farið snemma á morgnana eða mjög seint á kvöldin. Þá er þetta ótrúlega gott og ég hef einmitt hérna, helgar að ég er svo gamall að ég þarf að bíða til 8 á morgnana og þá verður þetta, ég get ekki beðið eftir 1. janúar. Þannig að takk fyrir mig. Takk fyrir Birgir. Ánægjulegt að þessi þjónustu auki nýtist öllum. Ragnar Sigurðsson hefur orðið. Það er svo mikil gleði hérna, mér þátti ég hafa verið ágætt að bara lengja þessa gleðistund svo mikið, það er svo mikið að fagnaðarefnum og ég ætla nú bara að koma og upplýsa varðandi fundin með foreldrafélögum leikskólana í gær. Hann var mjög góður, það var mjög jákvæður fundur og ég fann ekki fyrir öðru en það væri mikill skilningur á því að við værum að taka þessi skref. Og það var auðvitað lögð mikil áhersla á það, við myndum standa vel að kynningum gagnvart foreldrum og það, við höfum fullan hug á því að gera það og ég trú á því að við munum skerpa á því ferli í næsta fjölskyldunefnda fundi og taka þá þetta til afgreiðslu og jafnframt hvaða leiðir við förum í kynningum á þessu. Þannig að fundurinn var jákvæður, það var mikið af spurningum, það voru vissulega athugasemdir og við förum yfir þá næsta fjölskyldunefnda fundi en eins og ég segi, hann var jákvæður, það var góðar umræður og fólk hafði mikið skilning á þessu. En sko, ég ætla nú bara að ítreka það og eins og ég var að segja áðan sko, að við getum ekki farið í þessa aðgerð og skapa fjárhagslegan hvata og sagt það í öðru áorðinu en hafa jafnframt enga fjárhagslega hvata. Það eru þetta gjaldskráin er að hækka og við fórum og töluðum tæpitungulaust það á fundunum í gær og fólk hafði skilning á því. Sannarlega verður það þannig eins og er alltaf að fólk er ósátt við það þegar að gjöld hækka. Við verðum að gera okkur grein fyrir því og við verðum jafnframt að gera okkur grein fyrir því að í þessari umræðu og í þessari aðgerð þá erum við að stíga þetta skref til þess að vernda skólastarfið. Því ekkert mun býta jafn mikið á tekjulegsta hópana hérna eins og lokanir. Þannig að mér finnst sko við verða að tala með skýrri línu hvert við erum að fara í þessu. Það er ekki hægt að tala þannig að við verðum að passa okkur að hækka ekki gjaldskrána svo mikið gagnvart tekjulegstu hópunum en tala svo í öðru orðinu það að það sé sjálfsagt máljafnvel að skoða það að loka á skráningadögunum. Því það mun sannanlega býta alla hópa og sérstaklega þá tekjulegstu. Þannig að ég bara segi við skulum vanda okkur við þetta, við skulum taka þessa umræðu lengra. Við erum að horfa á tekjulegsta hópin gagnvart þeim afslættum og tekjuviðmiðum sem við erum að hækka þau, þannig að við erum sannarlega að horfa á þann hóp, en við verðum alltaf að horfast í augu við það verða ekki allir sáttir við það að gjöldin sé að hækka. Það er bara veruleikinn sem að við búum öll við. Já, fleiri hvað þessi hljóð sér en fjölskyldunefnd Stefán Þór Eysteinsson við beðum hann að gera svolítið Stefán.
Já, forseti. Aðeins aftur hérna 5-1 í máli hérna undir fundargerð 17 í fjölskyldunefnd. Það er auðvitað þannig að já, það er hægt að stilla þessu upp þannig að það séu fjárhagslegir hvatar fyrir suma, en við þurfum samt sem áður að stilla því í hóf. Ég held að það sé alveg ljóst. Þetta eru auðvitað barnafjölskyldur sem við erum að tala um, sem er ofta til svona, þar leynast okkar viðkvæmustu hópar og hérna ég sé engan ómöguleika í því að við séum að grípa þessa viðkvæmustu hópa og stilla þessi hóf versus það, og við séum að ná fram okkar hérna markmiðum. Það er auðvitað bara þannig að alltaf kostar ákveðna fjármuni að reka leikskóla og við viljum auðvitað gera það vel og við þekkjum alveg söguna bak við af hverju við erum að gera þetta. Við þurfum að gera það vel, við erum öll sammála það, en ég held að við þurfum að sýna hófsemi þar sem við getum, bara eins og ég kom inn á áðan í rauninni. Varðandi lokunna, þetta er nú eitthvað sem var svo sem vel og mikið rætt hvort það væri eitthvað sem myndi nýtast. Ég er ekki að taka þetta, að segja þetta sé eitthvað sem við ættum að gera, en þetta er auðvitað eitthvað sem maður má skoða og var mjög sterkar raddir úr hópi leikskólastjórana sem að vildu að þetta væri inni, og þannig að ég held að sé ekkit óeðlilegt að það sé þá allan að vera við foreldrana og skoða. Svo bara hlakkaði til að sjá og heyra á næsta fjölskyldunefndarfundi þessar athugasemdir sem bárust af þessum fundum, og svo auðvitað getum bara tekið umræðan hvert við erum stefna með þetta, en eins og við þekkjum tilgangin í af hverju fórum í þessa vegferð. Það hafa verið jákvæðar breytingar þarna, en þarna við erum auðvitað ræðum styttingu og opnunartíma sem dæmi, við erum að bæta við skráningadögum, þannig að ýmislegt sem þarf að ræða betur hvað þetta varðar, og ég veist ekkert að við munum gera það og hvað var gjaldskrárbreytingarnar og það hækkanir sem við erum að sjá samanburði við það sem hefðu verið ef við höfum bara farið í þessa 2,5% hækkun sem að kjarasamningarnir töluðu að sveitarfélög ættu að gera en við erum að skoða kerfið í heild sinni, en við þurfum að hafa þetta í huga líka. Þetta hefur auðvitað mikil áhrif á þessar barnafjölskyldur. Það er bara staðreynd málsins. En varðandi 5.3 rafrænt aðgengi, minnst bara gríðarlega jákvætt að þetta sé fagnaðarefni. Þetta er auðvitað eitthvað sem kom til og var sett í framkvæmd af síðasta meirihluta, þannig að bara gríðarlega jákvætt að hvað allir eru ánægðir með þetta, og ég tek undir það. Þetta er búið að nýtast gríðarlega vel, bara virkilega vel. Ég heyri ekkert nema góða hluti og þessi lenging opnunartíma og svona auknu sveigjanleiki er bara til marks það, þannig að bara fagna þessu eins og hefur komið fram í öðrum. Takk. Orðið laust. Hjördís Helga Þórðardóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Hjördís Helga Þórðardóttir, gjörðu svo vel. Kona með langa nafnið. Forseti bæjarstjórnar, bæjarstjóri, aðri bæjarfulltrúar. Ég ætla bara svona aðeins létt að koma inn á umræðuefni fjölskyldunefndar sem er svona aðal umræðuefnið hér á þessum fundi. Ég er samt bara svo ótrúlega ánægð með það að fjölskyldunefnd hafi tekið þá ákvörðun að fara og funda með foreldrafélögum og foreldraráðum til þess að tala þessar breytingar svona áður en það eru teknar til afgreiðslu. Já, mér finnst það mjög mikilvægt og ég tek bara undir sem aðrir hafa sagt, Jóhann og Stefán, að það er bara áhugavert að sjá hvaða athugasemdir hefur komið og bara hvernig umræðan og heyra meira frá þeim fundir sem var í gær með foreldrafélögunum og foreldraráðum. En aðalega kom ég þarna upp út af því að ég hélt að ég geti sleppt í að ræða eitt mál, en ég get það ekki. Það er náttúrulega gott að eldast. Þótt að hefur nú kannski verið fjallað þetta áðan undir bæjarráði, þá er ég kannski svona frekar mikill aðdáandi af þessu ferli öllu saman. Þannig að, og ég ætla bara að fá að taka undir með þeim sem ræddu undir þessum lið áðan í bæjarráði og þetta er auðvitað bara drög af samningi, en þessi vinna er auðvitað búin að vera núna í dágóðan tíma og það er einmitt mjög mikilvægt að við kjörnir fulltrúar og bara samfélagið sé bara upplýst það að
þetta er ekki gert í hagræðingarskyni, heldur meira verið að einblína á samþætta þjónustu við eldra fólk. Þá bara verið að tala að við séum þessi samvinna milli sveitafélagsins og HSA. Þannig að þá eru við með því að tryggja að ég held að þjónustan fyrir eldra fólk sé heildræn, samþætt og aðgengilegri. Þetta náttúrulega þannig en að markmiðið með þessari vinnu að veita heildræna og skilverkna samþætta félags- og heilbrigðisþjónustu við fólk í heimahúsi. Og þá erum við líka þar með að stuðla að öryggi búsetu eldra fólks sem lengst heima, sem náttúrulega mjög mikilvægt fyrir samfélagið og eldra fólk. Og að það geti þá búið sjálfstætt heima á sér við sem eðlilegastar aðstæður. Þannig að ég bara virkilega ánægð og virkilega spennt fyrir því að þetta klárist að við undirritum samningin og hann fari að stað og þessi vinna fari svona almennilega, við förum að samþætta þessast þjónustu betur. Síðan, ætli maður verði ekki að reyna að vera svo jákvæður eins og allir hérna á undan og ekki það, ég fyrir ekki jákvæð núna, ég myndi nú segja það. Frábært með rafræna aðgengið, virkilega, og svo vildi ég líka aðeins koma inn á frístundastyrki. Og ég held að það sé mjög gott núna, þetta búið að koma smá reynsla á þennan frístundastyrk sem búin að vera núna síðustu ár og komin tíma á að hækkan því að þetta auðvitað virkilega mikilvægt úrræði fyrir fjölskyldur sem vilja tryggja að börnin þeirra hafi tækifæri til að þess að taka þátt í frístundum og tómstundum sem auðvitað mjög mikilvægur liður í að stuðla að velferð barnanna okkar og þroska. Þannig að ég bara virkilega ánægð með þetta, held áfram með jákvæðina. En það var ekki meira. Takk fyrir Hjördís. Jón Árni Þóroddur bæjarstjóri beðum orðið, ekki svo Jóna. Já, góði bæjarfulltrúar, af því að það hérna töluverð umfjöllun lið 1 í tengslu við gjaldskotnar og fundurinn sem við vorum með í gær var fundur með foreldraráðum leikskólana sem eru það sáhópur sem að leikskólastjóra boðuðu saman með okkur sem að koma kynningunum inn í áfundinum í gær. Og ég tek undir það að þetta voru mjög gagnlegar og góðar umræður. Við fórum svolítið yfir þessar áskoranir og leikskólastjórnir voru með okkur í því að fara svolítið yfir það hverju eru áskoranir inn í leikskólanum, við það að skipuleggja starf, við að manna og við að ná utanum í rauninni starfstíman þannig að allt gangi upp og gangi vel fyrir sig. Og þessi aðferðafræði að í rauninni snúa hvatanum í þá átt að menn sé að horfa til þess að reyna að nýta ef þeir mögulega geta bæði skráningadag og annað slíkt og setja inn í það fjárhagslega hvata. Var almennt bara góðar umræður það kom fram alveg eins og Ragnar kom inn á að menn eru meðvitaðir það eru ólíkir hópar sem að nýta þessa þjónustu en svona heilt yfir þá var umræðan samt á þeim nótum að mikilvægi þess að þjónustu framboð væri til staðar á þessum dögum fyrir þá hópa sem þyrftu og hefðu kannski minna bakland hér á svæðinu þyrftu nauðsynlega að nýta vistunina. Þannig að þess vegna bæði inn í nefndinni, starfshópnum, þegar var verið að ræða þessi mál og eins þegar við vorum komið þarna að þá var svona umræða meira á þeim nótum að sjá hvort að þessi nálgun til þess að ná utanum magni og nýtinguna á þessum dögum og það geti hjálpa okkur við að skipuleggja starfið með betra hætti og koma þá til móts við okkar starfsfólk sem að í dag bæði með sumarleyfisrétt sem að hluta til þarf að leysa yfir vor og haust og svo þá eins að breytingar á vinnutíma sem að koma út úr nýjustu kjarasamningunum. Þannig að eins og Ragnar kom inn á áðan og Stefán líka þá þetta bara áfram til umfyllunar inn í fjölskyldunefnd
og næstu skref formuð í framhaldinu af því og eins og fram kom bæði á fundunum í gær og hefur verið rætt bæði í starfshópnum og í þessari vinnu að upplýsinga miðlun þegar liggur fyrir hvernig skipulagi skiptir máli og við þurfum að muna eftir því að inn í leikskólanum hjá okkur eru fleiri hópar heldur en bara þeir hópar sem tala íslensku, það eru foreldrar til dæmis af erlendum uppruna og fleira sem við þurfum að bara passa upp á í upplýsingamiðlun í framhaldinu að fá upplýsingarnar á réttum forsendum. Þannig að fleira var það ekki. Takk fyrir. Þakka fyrir Jóna, aðeins að fá að kveða mér sér hljós undir þessu fundagerð. Svo erum ekkert að bera í bakhaldaræki með kannski 5.1 sem þetta er búið að fara hérna yfir ágætlega fórsendur og annað slíkt sem er leiði fyrir þessari starfi sem snýra því að hvernig við getum aðlað leikskólastarfið að þeim breytingu sem orðið á hérna starf sem leikskóla. Bara í tengslum við kjarasamninga og annað slíkt. Ég held kannski svo stóra máli í þessu er það er náttúrulega að fá þetta samtal og þessa kynningu til íbúa, til notendara, þannig að þeir skynji og ég finnst það eins og ég heyrt lýsingar hér að fundur í gerð það sé vel góðu skilningur og því til hvers er farið á stað með þetta til þess að við getum náðu utan um það að starfsmenn okkar geti lokið sínu sumarleyfi, tekið sína styttingar og fleira og því sé mikilvægt að við höfum yfirsýn við þann fjölda barna sem hverju sinni er í skólanum og skráningarnar er mikilvægari. Ég held að samanskapi sé mjög mikilvægt að í þeim séu hvatar, fjárhagslegi hvatar til þess að fólk mitt horfi til þess hvernig það geti nýtt sér þá og þá í samræmi því að stór hluti vinnuveitenda að fólks og vinnumarkaði hefur fengið einnig í styttingum og í sínu starfsumhverfi, það geti unnið saman en að samanskapi horfum við vel á tekju hlið fólks því að það er stór hópur fólks og ég hef lagt á og legg á það gríðarlega áherslu að skráningardagarnir við fáum góða virkni þá frekar heldur en lókum. Það er hópur fólks eðlilega okkar samfélagi sem skortir bakland eða bara er í þeirri stöðu fjárhagslega að það hefur ekki mikinn slaka í sínu umhverfi, í sínu vinnu umhverfi og því fólki þurfum að það er svona, finnst mér megin inntak okkar að grípa það fólk sem er undir tekjumarkum. Það er það sem fólk sem horfa til að við aðstoða og þannig að ég held að það sé og ég treysti fyrir fjölskyldunum þjóðskólann til þess að fara við það og meta þau tekjumörk þar sem afsláttarkjörin kikka inn því að það eru þeir sem að vill stíða við, það eru þeir sem eru undir tekjumörkum í samfélaginu sem þurfa á því að halda og ég treysti því og veit að við munum hvað sem er þar og hér inni náutan það og síðan náttúrulega eins og kom fram í máli Birgis að við gáum okkur það inn í þessum hópa sjá svo hvernig þetta gengi eftir taka þá endurmat á því á miðju næsta ári og sjá hvað við getum þá gert öðruvísi eða betur ef á þarf. Þannig að það er af hennum góð. Ég ætla svo bara að taka undir hér aðra sem hafa talað um frístafstyrkin. Það er alveg svona að hann var settur á í fyrir mynd þá var nú töluvert hér til umræði í bæjarstjórn áður en við settum hennan styrk á. Það var ekki síst til þess að efla kannski og styrkja ungmenni til tómstundastarfa með víðtækan hátt. Efla félögin okkar en á samanskapi vonandi er ekki til þess að það er eitthvað dýrtíð í æfingagjöldum sem ég held að hafa nú sannlega sýnt sig að gerist ekki en þetta er vonandi að þetta hleypi nýju lífi þessi hækkun í þetta og það nýta þetta sem flestir. Þetta er af henni góð, það er keppikefli hjá okkur að við getum eld tónlistastarf og það vonandi skila sig þessu. Það vona ekki fleira hér, orðið laust. Engin þessu hljós, ég ber upp þessa fundagerði tvætti saðendar til þess að sængja skemmerki. Sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum komin í fundagerð stjórnar menningarstofu, númer 11, orðið laust hana. Óskar þér að fá að taka stuttlega hér til máls. Eins og kemum fram, það er nú hér á öllum fundum menningarstofu, hefur verið nú síðustu. Það er náttúrulega stríðsársamnið okkar sem við höfum verið að vinna með svona sín af hönnun lóðarinnar sem við sendum svo til umsagnar í öldungaráði og ungmennaráði til að fá svona fleiri að því að horfa á þessa gróf hönnun sem við erum að horfa á að sé með þeim hægt að við getum unnið að uppbyggingu safnsins í áföngum og lóðinni. Lóðin þessi hönnun nýti svo inn í skipulagsgerð þarna frá. Ég átta kannski fyrsti hluti að því að vera deilisskipulagt þetta útvistarsvæði sem er
hér upp með Búðaráni og sem er þetta gríðarlega fallegt og tengist þetta lóðsafnsins. Við erum líka jafnframt núna að vinna að skoðun á kostnaði við endurgerð tveggja bragga sem munu hýsa sýningu safnsins, taka hann yfir, koma í stað þeirra sem tjónuðust það mikið óverðin að þeir eru að víkja, en í þeim anda að það verði og vonandi liggur það fyrir núna, vonandi fyrir síðar umræðu áætlanar til þess að við sjáum hver kostnaðan er í þeim framkvæmdum. Við höfum fengið bætur fyrir það sem skemmtist og erum að horfa til þess að nýta þær ásamt á fjárfestingafjárframlagi bæjarins til þess að hefja þessa vinnu. En þetta er vinna sem við horfum á áfangaskipt en er gríðarlega spennandi. Þetta er mjög smekkleg til í hönnun sem er komin hann fram eða svona vísir að hönnun lóðarinnar sem við erum að vinna með og hérna eftir að verða safninu mikið lyftistöng og við svo sem eins og höfum rætt inn í og það er hér kannski endurspeglast hér að umsóknum í safnasjóð sem starfsmaður okkar í menningarstofu, Tinna, sótt til þess að við þurfum að taka sérstaklega til kostana söfnun okkar og eins og ég hef sagt hér áður, aðgang eða sem sagt aukningu gesta þar. Þar hefur fallið niður gríðarlega aðgangstölu síðast ár á söfnunum okkar í heild og við þurfum að svona glæða þau einhvers konar lífi eða kveikja áhuga nýju þannig að þau séu sótt því að þetta er söfnin til þess að nota þau og njóta og það verður verkefni núna næsta árs inn á vettvangi menningarstofu sem með söfnin líka að hvernig við getum elt söfnin. Við þurfum að horfa til breytinga og á safnastefnu, setja okkur safnastefnu, söfnuna. Þetta er allt sem býður núna og þetta er að ljúka á næsta ári. Ásamt í hvernig við getum svona aukið áhuga á þeim og aukið að þeim, aukið það að fólk sæki þau meira. Þannig að þetta eru svona þau verkefni en síðan vil ég nú taka hérna bara fram og hrósa menningarstofu fyrir verkefni haustsins. Þau voru kynnt að fara yfir. Það hefur verið gríðarlega mikið líf og fjör á þessu áriðinstekkið, bæði í innsæfi, bras og fleira. Fleiri viðburðir eru núna með tónlistarmiðstöðvar og verða og síðan er undirbúningur næsta ás hafinn. Þannig að það er margt framundan og er ástæða til þess að hrósa því leið að óska Þórhildi Tinnum til hamingju með að vera tekin við sem forstöðumaður menningarstofan. Hún var ráðin nú í vikunni í það starf úr hópi umsækjenda sem þær voru. Það var ekki fleira stjórn menningarstofu. Orðið er laust hana. Birgir Jónsson, kæru svör. Forseti, mér langar aðeins að ræða þennan lið 6.2 sem er þessar umsóknir í safnasjóð. Það er gríðarlega mikilvægt held ég að eins og Jón Björn kom inn á að auka aðsókn að söfnunum. Ég held sér líka bara mikilvægt að við hugum að því hvernig við tengjum bara íbúan okkar og stofnanir við söfnin og fá þeim kannski meira inn í að ég veit ekki hvernig ég orði þetta, að svona, já, að tengjast meira og koma meira að starfinu þar inni af því að við bara rámaði allt hérna í það. Ég fór á ráðstefnu fyrir einhverjum árum þar sem var held ég safn í Bandaríkjónu sem fékk skóla til liðs við sig og nemendurnir komu að því að búa til sýningar og sýningarefni og þess áttar. Og ég held að það sé kannski svona punktur sem við þurfum að hafa þessi í huga að unga kynslóðan til dæmis í dag er að njóta svona efnis allt öðruvísi heldur en eldri kynslóði, bara við hér og hvað þá kynslóðunar á undan. Að við þurfum einhvern veginn að fá þau markvissara inn að skólaheimsóknir í svefn eru ofta á tíðum bara svona að labba eitthvað hring og skoða eitthvað dót og jafnvel að svara einhverjum spurningum. En það er þetta að gera svo miklu meira, að nota miðlana sem er í dag eða eitthvað slíkt. Þannig að ég vil kannski koma því þarna að nefndinni, hvernig er þetta svona auka samstarf og sérstaklega við ungu kynslana. En það er líka, við getum líka hugsað hópa eins og hvernig við getum fengið öldungaráð að þessu eða fjölmenningaráð eða þessa hópa og þá bæði og þá með það líka fyrir augum hvernig þessir hópar geta nýtt þessi söfn betur. Takk. Takk fyrir Birgir. Orðið er laust. Enginn guðs ljós. Ég ber upp fundargerð stjórn á menningarstofu nr. 11. Saðend með 9 atkvæðum. Þá var næst fundargerð Hafnarstöðum með 319. Orðið er laust hana.
Elís Pétur Elísson, beðum orðið gera svo Elís. Forseti bæjarstjóri og kjörnir fulltrúar, mér langar aðeins að koma upp undir þessum lið, þar sem að liður 7.2 endurnýjun stálþilja vegna tæringar. Það skýrsla um stöðuna, það sem að eru skýrsla þar sem búið að renna yfir öll stálþil í höfnum Fjarðabyggðar og gera þar mælingar, og þar kemur fram að það gríðarlegs viðhaldstörf töluvert mikil og ég vil bara beina gera því svolítið hátt undir höfði að í þetta sé ráðist og við kynnum okkur þessa skýrslu vel. Þetta er náttúrulega eitt af stærri tekjustofnum okkar í Fjarðabyggð, þessi bara sjávarútvegurinn og hafnirnar okkar, þannig að það er mikilvægt að hlúa vel að þessum innviðum. Og eins myndi ég vilja beina því til hafnarstjórnar að hugsanlega skoða það að fara í svona ákveðna öryggisúttekt samfara þessari skýrslu, þar sem rennt yfir hafnirnar í Fjarðabyggð og skoða hvernig útafakstursvörnum og öryggis sé bara yfirleitt háttað í kringum hafnirnar. Þetta er mjög mikilvægt að koma þessu hér að vegna þess að það hafa orðið mjög alvarleg slys út kringum árin við hafnir og því mikilvægt að öryggisþættir séu í lagi hjá okkur í kringum hafnir okkar. Ekki fleira, takk. Takk fyrir Elís, við erum fleiri hvað þessi ljós. Svo verðist ekki verið að þá byrja að funda ekki hafnarstofnunum með 319. Hún sagði með 9 atkvæða. Þá erum við komin, þetta var síðasti liður á dagskrá í dag, funda bæjarstofnunar í dag, til næsta fundar, eða næsti hefðbundið fundur bæjarstofnunar verður 5. desember næstkomandi, þar sem við höfum fram síðari umræðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og til hans verður boðað með dagskrá eins og reglur og lög gera ráð fyrir. Þá notaði bara að nota það, segja hér, þakka bæjarfulltrúum fundarsveitunum og umræður og segi fundi slítið.